Heilsa ykkur í Jesú nafni og gleðilegt ár. Ég hef kosið að kalla þetta erindi mitt þeiti lúðurinn í Síón. En það var þannig að meðal Ísraelsmanna að þeir voru vanir að þeita lúðurinn þegar eitthvað mikið var í aðsigi. Og það er vissulega þannig í dag að atburðir nútímans benda til að spádómar réttningarinnar séu óðum að rætast. En það sem að mér í raun langar að gera í dag að vera með eins konar kristilegan erlendan frétta annállega, svo maður segja. Það sem ég er að fjalla í dag að það eru atburðir sem átti sér stað á síðasta ári, árið 2025. Þannig að þetta er eins konar annál hjá mér í dag. En það sem ég hef nú takmarkaðan tíma, þá langar mig að taka fyrir 3 atburði á síðasta ári, sem ég finnst vera markverðir. Nú það var í fyrsta lagi það sem ég langar að taka fyrir í dag er að það var valinn nýr páfi á síðasta ári í maí og eftir að Francis páfi lést mánuði áður. Og sá sem var fyrir valinu heitir Robert Francis Prevost, en eftir að hann var valinn sem páfi tók hann að sér nafnið Leo 14. Hvers vegna skiptir það máli fyrir okkur í dag? Hvað skiptir það máli fyrir okkur að nýr páfi hafi verið valinn? Hefur það eitthvað með okkur að gera? Já, svo sannarlega. Leyfðu mér að rifja þessu upp hvers vegna þetta skiptir okkur máli. Lítum á skækjuna miklu í Opinberunarbókinni 17. kafla. Það segir í versi 1: Og einn af englunum 7 sem halda á skálanum 7 kom til mín og sagði: Kom hingað og ég mun sýna þér dóminn yfir skækjunni miklu sem er við vötnin mörgu. Þarna er einn af englunum sem vil sýna okkur hvað verður skækjuna. Hver er þessi skækja? Og það er vísbending strax í fyrsta versi. Hún er við vötnin mörgu. Og í 15. versinu er okkur sagt hvað þessi vötn, hver þau eru. Það er lýður og fólk og þjóðir og tungur. Þannig að skækjan er innan mikið af fólki. Og ekki bara það, því að í versu 2 segir að konungar jarðarinnar hafa dríkt saurlifnað með henni og þeir sem á jörðinni búa hafa orðið drukknir af saurlifnaðar víni hennar. Og þarna sjáum við hvað þessi skækja hefur gríðarlega mikil áhrif á alla sem á jörðinni búa. Það er ekki bara að hún hafi áhrif á almenning, heldur á konunga jarðarinnar. Hún gerir það með því að fá fólk og konunga til að drýja saurlifnað með henni. Og í hverju felst þessi saurlifnaður? Vers 4 segir okkur nánar hver þessi saurlifnaður er og það segir: Og konan var skrydd purpur og skarlati og var búin gulli og ginsteinum og perlum. Hún hafði í hendi sér gullbikar fullan viðurstyggðar og var það óhreinleikur saurlifnaðar hennar. Þarna sjáum við að þessi saurlifnaður er kallaður viðurstyggð. Það gefur okkur möguleika til að skoða nánar þetta saurlifnaðar vín og hvað það er. Því okkur er sagt í Biblíunni hvað er viðurstyggð í augum Guðs. Í 5. Mósebók 7:25 lesum við að skurlyktneski guða þeirra skalt þú brenna í eldi, þú skalt eigi gírnast silfrið og gullið sem á þeim er, né taka það handa þér, svo að það verði þér eigi að tálsnöru, því að slíkt er andstyggilegt fyrir drottni Guði þínu. Nú orðið sem er þýtt hér andstyggilegt er í raun sambarlegt hebreskt orð yfir gríska orðið sem þýtt er viðurstyggð í Opinberunarbókinni 17:4. Kaþólska kirkjan er ekki að fara lengt með það að þar eru líktneski af Maríu og dýrlingunum tilbeðin. Og síðan lesum við í kafla 18 og versi 10-12: Eigi skal nokkur finnast hjá þér sá er látið son sinn eða dóttur ganga gegnum eldin, eða sá er farið með galdur eða spár eða fjölkingi eða töframaður eða gjörningamaður eða særingamaður eða spásagnamaður, eða sá er leitið frétta af framliðnum, því að hver sá er slíkt gjörir er drottni andstyggilegur og fyrir slíkar svívirðingar rekur drottinn Guðinn þá burt undan þér. Kaþólska kirkjan leitar frétta hjá framliðnum eins og Maríu og dýrlingunum og jafnvel öðru látnu fólki, sérstaklega einn dagur ársins sem er svona
hvað allra helgasta, All Saints Day á ensku. Ég man ekki hvað hann heitir á íslensku. Allra heilagra dagur, já. Nú síðan í Orðsköfunum 28:9 segir: Sá sem snýr eyra sínu frá til þess að heyra ekki lögmálið, jafnvel bæn hans er anstigð og viðurstigð og svívirðingar, þetta er í raun allt það sama. Kaþólska kirkjan hefur breytt lögmáli Guðs, bæði fellt út annað boðorðið til að geta haft skurgoð, breytt fjórða boðorðinu til að geta haft sunnudaginn helgan til heiður sólinni og skipt síðasta boðorðinu í tvennt til að halda tölunni 10. Þetta er viðurstyggilegt í augum Guðs. Við lesum líka vín í Åpenbarunarbókinni 14:8 í skilaboðunum englana 3. Þriðji engillinn hrópar: Fallin er Babýlonan mikla, sem byrlað hefur öllum þjóðum að reiði víni sörlifnaðar síns. Og í spádómum er vín meira en bara drykkur. Það táknar trúarkerfi, andleg áhrif og kenningar sem móta þjóðir og einstaklinga. Og Biblían kynnir fyrir okkur 2 mismunandi tegundir af víni. Fyrsta lagi er það vín sem táknar sannleika og sáttmála Krists. Jesú sjálfur notaði vín til að tákna blóð sitt og innsigla nýjan sáttmála. Þetta táknar sanna kenningu, endurlausn og andlega næringu. En síðan er það vín sem tákn blekkingar og falskt trúarkerfi. Vín Babýlonar táknar andlega ölfun, ef svo má segja, spillta kenningu sem blindar þjóðir og leiðir þær frá sannleika Guðs. Þetta er trúarkerfi málamiðlana, skurgoðadýrkunar og er í raun uppreist gegn Guði. Falska kenningar og veraldleg hugmyndafræði virka eins og ávanabindandi vín, leiðir til andlegs doða og leiða fólk til blekkingar. Fólk Guðs er kallað til að hafna víni Babýlonar og drekka í staðinn af bikar sannleikans í samræmi við ríki Krists og eilífan sáttmála hans. Þannig snýst vín í spádómum trúarkerfi sem annarkvort leiðir til sannleika eða blekkingar. Hvaða kenningar eru það sem kaþólska kirkjan hefur fengið almúgan og konunga jarðarinnar til að drekka? Það er í fyrsta lagi eitt af því er lögmál Guðs hefur verið breytt eða fellt úr gildi og lögmál Guðs er aldrei hægt að breyta eða fella úr gildi. Jesús sagði: það er auðveldara að himinn og jörð líði undir lok en einn stafkrókur lögmálsins falla úr gildi. Og svo er það líka að sálin sé ódauðleg. Biblían nefnir sál og anda næstum 1000 sinnum og hvorugt þeirra er nokkuð tíma nefnt ódauðlegt. Hins vegar segir Páll okkur í 1. Korinthubréfi 15:52 að lúðurinn mun gjalla og þá munu hinir dauðu upprísa óforgengilegir. Það er því ekki fyrir en við endurkomu Krists að við öðlumst ódauðleika. Og svo er það sú kenning að syndarar brenni að eilífu í helvíti. Og Biblían kennir að syndarum verður tortímt, útrýmt með öllu, líkaminn og þar með sálin í eldi. Eilífar kvalir í helvíti er ekki kennt í Biblíunni. Svo er það skýrt með að niðurdýfinga skýrt sé ekki nauðsynleg, en skýrt með niðurdýfingu er eina skýrnin sem að ritningin viðurkennir. Og svo er það líka að sunnudagur er heilagur dagur Guðs, en Biblían kennir að heilagur dagur Guðs er 7. dagurinn, hvíldardagurinn. Þetta eru helstu kenningar sem þetta saurlifnaðar vín inniheldur. Og allur heimurinn og konungar drekka þetta vín. Og þessar falskenningar sem kaþólska kirkjan kennir valda ruglingi sem er það sem hugtakið Babýlon þýðir bókstaflega og gerir það mun erfiðara að skilja ritninguna. Nú margir gætu verið óavitandi að drekka vín Babýlonar. Kannski er þetta allt nýtt fyrir þér. En ef svo er, biðdu þá Guð að leiða þig og rannsaka Biblíuna. Einsettu þér að fylgja leiðsögn Jesú og hann mun vernda þig frá villu. En það er mikilvægt að vita hver það er sem er að byrla þessu víni til allrar heimsbyggðarinnar og hvaða villur það eru sem eru í þessu víni.
Og það er augljóst þegar að myndmál opinberunarbókarinnar er skoðað að það er kaþólska kirkjan sem er kölluð móðir og dætur hennar, aðrar kirkjur sem halda í villukenningar sem frá móðurinni koma. Og þegar kaþólska kirkjan velur sér nýjan páfa, þá þurfum við að fylgjast með hvaða áherslur gæti hann verið að koma með. Það að nýji páfinn valdi sér nafnið Leo er stórmerkilegt og segir okkur einmitt mikið hvaða áherslur hann mun hafa. Ekki aðeins er hann fyrsti bandaríski páfinn í sögu kaþólsku kirkjunnar, sem eitt og sér er stórmerkilegt í ljósi spádómanna. Það sem við vitum að dýrið sem kemur upp úr jörðinni, Bandaríkin, lætur jörðina og þá sem á henni búa tilbiðja fyrra dýrið sem var heilt af banasári sínu, sem er páfaveldið. Nú nafnið Leo gefur okkur sérstaklega skýra innsýn í hvert hann stefnir. Það vill svo til að síðasti páfi sem hét Leo var Leo 13. Hann var páfi árið 1878 og Leo 13. tók við mjög krefjandi stöðu því að kirkjan var í erfiðleikum. Páfaríkið hafði verið innlimað af Ítalíu og páfinn var í raun heftur innan Vatikansins og þetta ástand páfans varði í 30 ár. En það var yfirlýst markmið Leo 13. að endurreisa kaþólsku kirkjuna til síns fyrri dýrðar og stöðu í heiminum. Þannig hófst hann handa við að byggja upp tengsl við verkalýðin og líkt á forveri núverandi páfa hafði hann áhuga á velferð verkalýðsfélaga og að launafólk fengi sanngjörn laun og að tryggja samfélagið stuðli að því. Nú þessi áhugi á verkalýðsfélagum er merkilegur í ljósi þess sem að Ellen White hefur að segja verkalýðsfélög. Hún hefur margt að segja þau, en eitt af því er að finna í Manuscript Releases volum 4 og blaðsíðu 88, þar sem hún segir að verkalýðsfélögin verðar meðal þeirra aðila sem munur leiða yfir þessa jörð erfiðleika tíma sem ekki hefur verið slíkur frá upphafi heims. Líklega verða þau notuð til að knýja fram sunnudagslöggjöf þannig að enginn getur keypt eða selt nema að taka á sig merki dýrsins. Leo Páfi 13. var páfinn sem gerði James Gibbons að kardinála í Ameríku og hann stofnaði einnig bandarískan háskóla með því markmiði að innleiða kaþólska trú í meginstraumum bandarískrar menningar. James Gibbons gæti verið nafn sem þú kannast við, en hann er sá sem oft er vitnað í varðandi það að engin biblíulegur grunnur fyrir því að breyta hvíldardeginum frá laugadegi yfir á sunnudag. Oft vitnaði hann. Og við lifum á áhugaverðum tímum. Þetta er ekki aðeins fyrsti bandaríski páfinn, heldur segir nafnast okkur hverjar áætlanir hans eru. Og Trump, hann hefur sagt að það sé stórkostlegt í hans huga að bandarísku páfi hafi orðið fyrir valinu. Og það er mjög líklegt að þessi páfi hafi markmið og það er að gera kaþólsku kirkjuna stórkostlega á ný. Páll postuli sagði að það myndi koma úlfar inn í kirkjuna og það yrði fráhvarf og margir skilja ekki hvað hefur gerst sögulega og hvaða þýðingu þetta páfakjör hefur. Ekki aðeins nýji páfinn og hvernig hann geti verið, heldur að hann sé fyrsti páfi frá Bandaríkjunum. Vegna þess að 13. kafli opinberunarbókarinnar segir okkur að fyrra dýrið, páfaveldið, verður endurvakið og læknað og seinna dýrið Bandaríkin mun hafa lykil hlutverki því að koma því aftur til valda. Við höfum alltaf vitað að banasárið verður heilt, ekki aðeins sem kaþólska kirkjan fékk með því að missa pólitískt vald sitt, heldur lækning á sárinu sem aðskilnaðurinn hefur valdið. Banasárið kom til af sverði og sverðið er orð Guðs, að þegar Lúther og aðri siðbótamenn fóru að snúa aftur til orðsins. En nú eru þeir að sættast við mótmælendur. Mótmælendur mótmæla ekki lengur eins og þeir gerðu áður. Það eru fáir mótmælendatrúar sem vita hvað það snýst að vera mótmælendatrúar. Við mótmælum brotthvarfi frá ritningunni sem var fyrst og fremst augljóst í kaþólska kerfinu, öflugustu trúarstofnun heims. Og hver er áætlun þeirra?
Annað Vatíkanþingi sem fór fram árið 1962-65 kom með áætlun að sameina alla aftur til að koma aftur á einingu sem það sem rætt einmitt í 17. kafla Opinberunarbókarinnar. Það hefur orðið mikill klofningur jafnvel innan kaþólsku kirkjunnar og sumir prestar og biskupar voru reknir vegna þess að þeir töluðu gegn framfarastefnu Frans páfa. Og margir var rætt það að það þurfi að finna einhvern sem getur bæði snúið aftur til grunnkenninga kirkjunar og gert kenningar skýrar á sama tíma læknað klofningin sem í kirkjunni núna. Og það kardinál í Bandaríkjunum Timothy Dolan. Hann talar Leo 14. hinn nýja páfa og segir að hann sé í raun alþjóðlegu karakter og hann muni sameina fólk. Og hann bendir einnig á að Leo 14. Ágústínusar munkur. Ágústínus meðal kaþólikka talin vera einn af þeirra helstu og fremstu guðfræðingum. Og fyrir okkur mótmælendur vitum við að hann var líklega einn helsti sökudólkurinn fyrir rangfærslum kirkjunar. Þar sem Leo 14. Ágústínusar munkur, þá getum við vitað að hann tileinkar sér kenningar og guðfræði Ágústínusar. Með Frans sáum við meiri sálgæslu vinna í hjörtum fólks, en ég held að við munum sjá guðfræðilegan þrýsting núna með þessu nýja páfa, meiri áherslu á að snúa aftur til kenninga kirkjunar. Rit Leós páfa 13. Rerum Novarum sem kom út árið 1891 fjallaði þörfina fyrir sunnudagskvild sem réttur verkamanna athyglisvert. Hann var páfinn sem hafði umboðsmenn sína í Ameríku sem reyndu að fá þingi til að samþykkja sunnudagslög árið 1888. Það var páfi Leó 13. Höfum það í huga þegar við hugleiðum hvar við stöndum í spádómssögunni. Guð hefur kallað okkur til þessa tíma. Við erum kölluð til að þekkja fagnaðarerindið, lifa fagnaðarerindið og efla það og vera tilbúin að verja það. Með Guðs hjálp mættum við rísa upp til fullrar stöðu mótmælenda arfleiðar okkar. Einar miklu köllunar sem Jesú hefur til okkar á þessum tíma jarðsögunar. Nafnið var ekki tilviljun. Leo 14. vill sameina nútíma hugsun og kaþólsku kirkjuna rétt eins og Leo 13. reyndi að gera með vísindum og vitsmunahyggju á sínum tíma. En í hverju felst sú sameining? Vissulega ekki í því að snúa aftur til ritningarinnar, því kaþólska kirkjan lítur á þá sem trúa bókstaflega á Biblíuna sem plágu, eða eins og áður hefur komið fram í fjölmiðlum. Páfinn segir að trúarleg bókstafstrú sé plága. Þeir líta á þá sem taka Biblíuna bókstaflega sem plágu, eða þeir sem lifa samkvæmt eigin samvisku, því þeir vilja þvinga samvisku fólks, þvinga hana til hlýðni við sig. Eða eins og við lesum í deilunni miklu á blaðsíðu 388, þar sem hún vitnar í Píus páfa 9. Hún segir: Píus páfi 9. sagði í bréfi 15. ágúst 1854: en fáránlegu og röngu kenningar eða þvættingur sem ætlað að verja samviskufrelsið hinn skaðvænlegasta villa, plága, sem óttast ber framar öllu öðrum plágum sem yfir löndin ganga. Þannig líta þeir á samviskufrelsið sem plágu. Og við lesum líka á sömu blaðsíðu í deilunni miklu: þessi sami páfi lýsti í umboðsbréfi sínu 8. desember 1864 bölvun yfir þeim sem halda fram samviskufrelsi og frelsi til guðræktni iðkana og einnig yfir öllum þeim sem halda því fram að kirkjunni sé óheimilt að beita valdi. Þannig vilja þeir brjóta niður allt samviskufrelsi og þeir telja sig vera í fullum rétti til að beita valdi til þess. Og það munum við sjá verða veruleika þegar banamynd dýrsins orðið að fullu orðið heilt. Og það annað markvert sem gerðist á árinu 2025. Það snerist Charlie Kirk, en eins og þið kannski muni þá var hann skotinn til bana 10. september 2025. Charles James Kirk var bandarískur hægrisinnaður aðgerðarsinni
Frumkvöðull og fjölmiðlapersóna. Hann var meðstofnandi íhaldssamra nemendasamtaka Turning Point USA árið 2012 og gegndi stöðu framkvæmdastjóra þeirra þar til hann var myrtur á síðasta ári. Hann var lykilmaður Donald Trumps og var ein ábrendi rödd makarhreyfingarinnar innan republikanaflokksins og gaf út nokkra bækur og hann var líka kynnir í The Charlie Kirk Show. Og það 10. september var Kirk skotinn til bana og meðan hann talaði á kappræðu viðburði við Utah Valley háskólann. Morðið á honum vakti alþjóðlega athygli og fordæmingu af pólitísku ofbeldi, en kveikti einnig flokkadeilur. Og þann 21. september sóttu næstum því 100.000 manns minningarathöfn hans á State Farm leikvanginum og mánuði síðar var honum veitt forseta frelsis orðan eftir dauða hans. Og það sem gerir Charlie sérstaklega áhugaverðan fyrir okkur að hann hélt 7. daginn heilagan frá sólsetri á föstudegi til sólseturs á laugardegi. Hann var ekkert feiminn við að ræða það opinskátt. Og þegar hann var tekinn af lífi var hann langt kominn með að skrifa bók hvíldardaginn. Bókin kom út núna ekki fyrir svo löngu og mér skildi að hún sé uppseld á Amazon. Bókin heitir Stop in the Name of God, Why Honoring the Sabbath Will Transform Your Life, eða sem myndi þýða á íslensku, Stopp í nafni Guðs, hvernig það að heiðra hvíldardaginn mun umbreyta lífið þínu. En nú ég ekki búin að lesa þessa bók, þannig að ég get ekki sagt hvað mér finnst hana, en ég hef heyrt marga fjalla hana, marga sem hafa lesið hana. Það gríðarlega merkilegt að með tilkomið þessara bókar munu milljónir heyra hvíldardaginn í fyrsta sinn. Og hver var tilgangur Charlie með þessari bók? Það var að fá fólk til að halda hvíldardaginn, eða eins og hann orðaði það sjálfur. Ég hyggst sannfæra þig eitthvað sem kann að virðast gamaldags eða jafnvel óþarft, að hvíldardagurinn sé ekki bara hjálpleg hefð eða menningarleg arfleifð. Hann nauðsynlegur til að mannsálin fái að blómgast. Og augljóslega erum við í miklum minnihluta þegar kemur að því að heiðra 7. daginn sem hvíldardag. Þannig að þegar við heyrum hvíldardaginn í samfélaginu, þá förum við óhjákvæmilega að hugsa spádómana, því við vitum að það sem gerðist á myrku miðöldum mun endurtaka sig. Kirkjuvald sameinast pólitískum völdum og það vald notað til að stjórna samfélaginu og samviskunni. Og sögulega séð var sunnudagslöggjöf eitt af fyrstu verkum Konstantínusar keisara, en Konstantínus breytti ekki einn og sér hvíldardeginum og laugardegi sunnudag. Breytingin var þegar farin að þróast, jafnvel á dögum Páls, því að hann sagði að lögleysið þegar farið að starfa í leyndum. Og það hins vegar ákveðið vandamál með þessa bók, og það að hún tekur ekki afgerandi afstöðu til þess hvort okkur beri að halda 7. daginn heilagan, eða hvort þú getur valið þér dag. Bókin setur fram rök fyrir 7. deginum, en hún setur einnig fram rök fyrir helgi sunnudagsins. Það mun valda vonbrigðum hjá mörgum sem vonust til þess að þetta eitthvað meira. Og margir verða spenntir þegar einhver frægur virðist samræmast okkar trú. Og það rétt að Charlie hélt 7. daginn sem hvíldardag eins og við gerum frá sólsetri til sólseturs. Raunin sú að virðing hans fyrir hvíldardeginum eitthvað sem við getum tekið okkur til fyrirmyndar. En hann trúir ekki að okkur beri skylda til að virða hvíldardaginn. Því hann segir, ég ekki að segja þetta á lagalegan hátt, ég ekki einu sinni að segja að þú sért biblíulega skyldugur til þess. Ég að segja að þú missir af einhverju ef þú hlýðir ekki hvíldardagsboðorðinu. Það það sem ég að segja. Og ég skal segja þér mitt eigið líf. Ég slökkvi á símanum mínum á föstudagskvöldi. Hann fer eftir í gang á sunnudag. Og hann sagði einnig, föstudagur fyrir múslima, laugadagur fyrir gyðinga, sunnudagur fyrir kristna. Veldu þér dag. Í raun skynja ég ákveðna hættu varðandi þessa bók, því hann segir einnig,
Ímyndaðu þér nú ef Ameríka myndi byrja að heiðra hvíldardaginn á ný, ekki aðeins sem persónlega andlega iðkun, heldur sem þjóðlegan menninganlegan takt. Og hann heldur áfram að segir, svo hvort sem þú heldur hvíldardaginn á laugardegi, heiðra dag drottins á sunnudegi eða stundar daglega meðvitaða hvíld og tilbeiðslu, þá skalt ekki yfirgefa þessa reglu. En það er ekki það sem við trúum. 7. dagurinn er hvíldardagurinn með ákveðnum greini, ekki bara einhver dagur. Og margir getur keypt þessa bók í þeirri von að Charlie réttláti þá í sínu hvíldardags helgihaldi, en þeir geta orðið fyrir vonbrigði með það. Margir munu standa enn fastar á því að lögmál Guðs sé ekki lengur í gildi eftir að lesa þessa bók, eða 1 boðorðið af 10, hvíldardagsboðorðið. Og það er það sem gerir þetta svo ruglingslegt. Nú það þriðja og síðasta örstutt í lokin sem ég langar að minnast á, sem gerðist árið 2025. Það er þáttur sem kom út sem að heitir The Kirk Cameron Show. Kirk Cameron Show er vinsæll spjallþáttur sem er á YouTube og flestum samfélagsmiðlum, þar sem fjallað er kristileg málefni og þúsundir horfa á þessa þætti. Nú allt var vitlaust nú fyrir stuttu þegar hann kom út með myndband sem bar titilinn Are we wrong about hell? Eða höfum við á röngu að standa varðandi helviti? Nú þeir segja meðal annars eitthvað á þennan veg. Svo ég held að hugmyndin sem ég hef heyrt með mestan hluta lífsmins sé að helviti sé eilíft og í raun eilíf meðvituð kvöl. Að þinn illi fari í eldíkið og farist og verði pyntaður að eilífu. Ef þú trúir á innri meðvitaða kvöl, þá er það ekki bara það. Það sem þú ert að raun að segja er að þú ert syndari og ef þú gefur ekki líf þitt Kristi, þá ferð þú til helvítis og þú ert í kvölum, pyntaður, öskrandi og grátandi í sársauka í eldi. Og síðan spyr hann, er það réttlátt? Vegna þess að við hugsum Guð sem réttlátan Guð. Hann er réttlátur Guð og við trúum að refsingin eigi að passa við glæpin. Og ef refsingin væri grimm og óvinnuleg refsing sem færi langt fram úr alvarleika glæpsins, þá verður það ekki lengur réttlátt. Ritningarnar eru fullar af miskunn Guðs og þegar fólk hefur snúið baki við honum. Ef við getum ekki svarað þessari spurningu, þá held ég að við gefum eldinum eldsneyti, segja þær. Við gefum óvinnum Guðs skotfæri til að segja, kerfið þitt er bull, kerfið þitt er hræðilegt. Þannig verja þeir stóran hluta samtalsins í að höfða til heilbrigðrar skynsemi. Þeir taka líka fyrir ýmsa ritningarteksta til að færa rök fyrir máli sínu, eins og það sem segir í Malaki 4:1. Og dagurinn sem kemur mun kveikja í þeim, segir drottin allsherjar, svo að hvorki verður eftir að þeim rót né kvistur. Það verður ekkert eftir. Eldurinn mun gjör eyða þeim. Þeir eru vissilega í vandræðum með suma texta og það er eðlilegt. Sumir textar eru erfiðir, en þeir eru á réttri braut. En þeir hafa sannlega fengið á sig holskeflu að gagnrýni fyrir þessa umræðu. Það eru svo margir kristnir sem ríghalda í eilífa þjáningu í helvíti og vilja alls ekki sleppa því. Raunin er að það eru svo margir sem hafa misst trú sína á orð Guðs vegna þessara röngukenningar. Þeir hafna kærleika Guðs, þeir hafa ranga skilninga á eðli Guðs, þeir berjast gegn kenningunni helvíti og í þeirri baráttu hafna þeir alfarið Guði. Þú munt snúa mörgum trúleysingjanum ef þú einfaldlega losar hann við þessa kenningu, því hún er ekki samkvæmt Biblíunni. Þeir munu átta sig á að Guð er sannarlega kærleikur og kenningin helvíti ruglar fólk varðandi kærleika Guðs. Og við þurfum að halda áfram að predika sannleikan því að sumir eru heiðarlega að leita á hann. Og þegar þið sjá kenningar skýrt settar fram úr orði Guðs, munu sumir iðrast og trúa fagnarerindinu. Og það er stórkostlegt að sjá að það er raunveruleg umræða í gangi
og augu marga munu opnast og margir munu sjá sannleikan. Og eða eins og Pétur sagði í síðasta bréfi sínu, en þá áreiðanlega oss því nú hið spámanlega orð, og það rétt að yður að gefa gaum að því eins og ljósi sem skín á myrkum stað, þangað til dagur ljómar og morgun stjarnar rennur upp í hjörtum yðar. Amen.